Yo, what up players? Yo, Mark Blazer, Free Blazer, Mason, Taser, Blast Rock Up, this punk bitch með betra flestir og settu það ón í vélindaði gemildansk. Fá ekki klappið? Jú, klappið er komið. Já, hérna, fyrir Ég ætla að tala að þið við klöppum allt inn á bjóðin, ok? Það er mér mikill heiður að vera komin hérna í besta hlaðvarp Íslands. Takk. Og þetta er ótrúlega hlaðvarp og ég veit ekki hvort að þið viljið flegja sig ykkur dagskráli þegar ég byrja að runga ykkur. Við erum að taka reach around sko, við erum að taka rungring, ég er að fara að gefa ykkur þvílíka handavinnu. Byrjum bara á því. Já, byrjum á því, ok, í boði ykkur að bílalegu eða eitthvað. Sko, þegar ég er ógeðslega lítill í mér og ógeðslega þunnur, ég ligg ógeðslega mikið í svona hlaðverpum þar sem er verið að ræða bara Pokrovsk, orðstánum Pokrovsk sem er að gerast núna eitthvað svona og þetta er ekki upplífgandi, þetta er fucking leiðilegt, þetta er bara eitthvað sem maður hlustar á skilu, bara einhver stríð og einhver dróna árásir og bara þjóðamorð í Palestínu og eitthvað svona, en þá langar mér bara ógeðslega mikið djötlir til ég bara sem einhver 3 apakettir að tala með túðinni og þú veist, og þá eru þið svo góðir og þetta er svo upplífgandi, þetta er svo jákvætt og skemmtilegt og þið eru svo mismunandi sko, þeir eru svona súpagrúpa sem er bara að raða saman í eitthvað boyband sko. Þú veist að Dóri náttúrulega er bara stórskotalið, hann náttúrulega vinnur við að skrifa grín, þannig að bara hann segir brandana bara dang, bara svona algjört, bara svona einhver leyniskitta, það er allt hittir skilur og svo kemur Danni sem er svona mest í alþýðu grínari sem til og í raun og veru fyrir mér finnast í gæðina bara á landinu og hip-hop sagan og þegar það, eins og allir vita sko, þú veist, alltaf þegar við stundum sko, bara enda heima með mér bara 2 í betsa og ég bara læt sko, Kæró sem við bara í gestaherbygginu að við liggjum bara með bara einhvern rommar og bara með einn hafana hérna alveg í rúminu og ég bara segði mér hip-hop sögur, ég bara svæfði mig með hip-hop sögur bara MC Bröðstum þegar hann hendi bókaldin á Dominos Já, líka sem að máli að Danni hann er ekki bara svona að horfa á hip-hop söguna svona í fjarlægð, hann fer inn í aðstæðar, hann sé bara núna er eitthvað algjört kjaftaði uppsetningu. Ef það væri ekki en bíómynd íslenskt rap, þá væri Danni sögumaður. Já, góð svona aðpersóna. Ég var í Forrest Gump bara. Nei, eins og bara eitthvað, allt í hennu var okkar maður Lexi, Picasso, bara einhvern veginn á Bender og allt í hennu bara OG Mac og bara á leiðin til landsins og Danni var bara, hann fekk bara þefinn, þetta er eitthvað disaster í uppsiglingu og hann bara einhvern veginn, OG Mac var bara komin til Íslands að spila á Hendrix í Grafói og Danni mættur fyrstur, hálftíma fyrir opnum, bara bílandi eftir þessu og hann var enginn á þessu giggi, hann var bara að taka alla nýgriðmenn Íslands og setja þau security jakka og svo var það bara Danni og security nýgriðmennir og OG Mac var bara, what the fuck og þegar Danni, og ég ber ofta að segja mig sömu söguna, þetta er svona alltaf að segja, byggja mömmu og pappa að segja alltaf ég vil heyra sögunum og ég vil alltaf heyra Danna að segja söguna af þessu aftur og aftur Ég hugsa líka alltaf bara þegar þetta gigg var í ganga miðvikudegi hvað alltaf, ég bara var heim horfa spólu menn þetta er eiga sér stað Þetta er svo mikið bíó og svo kemur alltaf Kjarri Kájóð er náttúrulega alltaf fundi, sko, það er svægið á Kjarra nei, í alveg þessi holningin og þetta er körfuboltinn og hann er svo, og sjá hvað hann er beinn í baki við erum einhvern veginn svona larvar sko, við erum svona lafandi larvar en hann er alltaf blóð í drasslinu á honum og hann er sko, og hann er alltaf verið bara svona ískaldur með þetta þú veist, eins og bara þegar ég var að horfa daginn aftur þegar þú varst að steikja Poetrix í Rínarstríð batlinu Já, mætti, ég held að það var Dóri ég man ekki hvað það var ég mætti aldrei Poetrix, það var einhver annar Nei, þú veist með Marlon Já. Og þú veist, svæðið á þau er svo gott sko, holningin er svo góð og þú veist allt, og þú veist, ég hef aldrei séð neitt koppa ég hratt allt svona bara svona, þú veist, það er aldrei nóg af, skilurðu, á tertinu, það er ekki aldrei búin að skreita tertinu nóg, allt í næstu komið bara þvílíka eyrnalokk, lenga eyrnalokk
og allt í henni ertu búin að rífa upp aðra skálmina, hann var bara fyrstur í Íslandi til að labba, taka joggaran, fúbújoggaran og lyfta skálminu upp sko. Og hann var með svitaband, þetta var bara, þú veist. Það alltaf accessories. Já, og svo náttúrulega, fyrir utan allt þetta, svo í seinni tíð, þá náttúrulega lúkkar Kjartan eins og bara eðlilegasti náungi í heimi. Já. Hann er alltaf búin að vera bara, einn af okkar bestu gæmi að lýsa íþróttaviðburðum, skilur, og hann gera það svo faglega, búin að horfa á íþróttir og horfa á lýsingar á íþróttum svo lengi, gera það ógeðslega faglega, þannig að það er svo ógeðslega gaman þegar hann kemur hingað að, þú veist, bara láta minna sá hvað hann fucking furðulegur, sko. eins og eins og í hlaðvarpinu, þegar, þú veist, Danni náttúrulega bara, hann bara, þú veist, Mr. International hérna, hann bara eitthvað, við vorum að tala ferðalög og Danni var bara eitthvað í Senegal og Argentínu og kemur þú eitthvað inn og já, mér veist eitthvað, Svíþjóð og Flórida frábæri stað. Ég var bara út klukkan, en það svo já, en það svo gaman sko. Takk Erpur. Þannig að skál fyrir Skálvítamín. Ótrúlegt hlaðvarp sem þið að keyra og ég misti þetta af seinasta þetta. Það var með Joe Aron. Já, einmitt, og það var bara, þú veist, ég var eitthvað þvílíkt bara, nú kemur sko, þeir eru skemmtilegir en býði bara þegar Gemildansk mætir. Nei, og bara, já, Joey var seinast, ég var að spila í Reykjadal í gær. Það svona hérna sumartvöl. Já. Ég fór með Húpa Búba Mortens, hérna hún hérna Völler. Ég fór Völler. Og það var bara, nei, Joey var seinast. Ég bara, ókei. Joey alltaf meistari, stórmeistari, engar ágjör, sko. En ég samt að segja, hvernig anskotunum? Bara því hann, þú veist, reykti hass með Dóra í einhverju MH fríminútum, þá Joearinn á undan babarnum, skil. Við erum hérna í sögulegu potti, því að við erum í fyrsta skipti ekki á Stúdíó Sigurbraut. Já, það sem gerist var að, ég var bara gett spennt, búin að preppa allt og búin að baka vöfflu fyrir þig og kleinur og veit ekki hvað. Herru, síðan bara kom bara einhver lift upp á 4. hæð og gaurar bara... Og bara 20 rúmenar. Já, bara nekla með hérna með svona... Klæðninguna af. Bara vélar og allt. Já. Og ég bara, herru, maður er svo vanur að redda öll á Íslandi. Já. Og ég bara, herru... Þú segir ekkert í rúmenan, sko. Já, þetta voru enda, sko... Þetta eru mannsalsrúmenar, þeir eru þarna bara í einn dag, svo þeir sendir heim þannig að þeir verða að klára sitt, sko. Og ég sagði bara, herru, ekki blasarinn að koma, ekki lagi bara að við þeir eru bara beint fyrir utan gluggan, bara á 4. hæð. Já. Og ég get ekki frestað þessum klukkutíma. Eiginlega ekki, sko. Og ég bara, já, ok, verður lætið hérna. Já, það verður rosalega lætið, sko. Já. Og ég bara, herru... Og var þetta bara allt gegn Google Translate eða eitthvað? Nei, þetta voru Íslendingar, sko. Var það? Já, sko, svo þeir voru með bleikt hár, þeir voru svona smá... Já, og eitthvað kynusl í þeim, eitthvað. Já, það var eitthvað usl í þeim og... En sko, þeir hefðu geðvægt vilja horfa á þetta podcast bara beint í gegnum... Þeir rulluðu einhvern tímann upp þegar við vorum að pre-poda. Þá rulluður á liftinu og svo bara, maður sá bara, þeir horfðu bara inn og föttuðu hvar þeir voru, sko. Það var mjög gott. Þetta bara eins og ég myndi bara vera að vinna einhvers staðar og bara kæmi inn glugga, það væri bara Death Row Records væri bara það, sko. Bara MC8 væri bara að taka með plötu, sko. Ok, ef við varum Death Row núna, hver væri hvað? Þú væri Snoop. Ég væri Snoop. Kjarri væri Danny Boy. Við væri Das. Ég væri Das. Stákar Das. Ég ætla að segja ykkur í alvegni, Dog Pound, maður. Fuck, hvað þeir var aldrei hættar á nettir, sko. Nei. Aldrei, það hefði ekki verið sekúnda sem hættar á nettir. Og þú veist, og ég verð að segja bara að af svona mínum kviðmáum þá Dog Pound alveg að, þú veist, þeir eru svo fucking nettir, sko. Þeir eru geggjaðir. Já. Allan þá erum við í RFK Brewery. Við glemdum að segja hver þú ert í Death Row. Þú ert sjúkarinn eða eitthvað. Ég er sjúkarinn, hann hrættið mig skítrætti, sko. Já, ég er skítrætti. Hafið heyrt söguna þegar að Akon lætur berja Sjúk. Það er enda grjótart. Níger er ekkert að grínast, sko. Sko, Akon skuldaði Ray J einhverjum penning. Já, Ray J sem er það er gaman að segja hlustundur frá því að Ray J hann á sinn feril undir það er hann sem er að djöflast á Kardashian í klammimbandinu hennar. Hann líka bróðir Brandy. Bróðir Brandy, sko. Hann skuldaði einhver penning og Akon sagði bara, ég get borgað. Hann bara, nei, við erum að díla þetta núna. Já.
þá kemur bara einhver mössul hjá Akon og bara rótar sjökaran fyrir utan einhvern það, sko. Ég meina að þú veist, hann frá Nígeríu, nei. Hann var Senegal. Hann var Senegal. Takk fyrir að minna maður það. Það hjólastólalegan Settle Blaze við ætlum að setja hitan á, ég náttúrulega að fara með hópferð til Senegal. Þú áttir að vera á sama tíma og ég í Senegal. Það hefði verið ótrúlegt. Það hefði verið ótrúlegt. Það frestaðist það ekki? Sko, nei, ég er í nóvember, lok nóvember. Já, ok, þú áttir að þá hefur ég rugglast, þú áttir að fara í nóvember og þess ári alltaf. Já, þetta sérst bara núna, 2026. Ég gekk út frá þetta og væri bara, já, ok, alltaf. En sko, það verða Íslendingar. Já. Þú ert að fara til Senegal með hópfólks. Já. Ég búinn að vera með Crazy Puffin alltaf, ég verða að plugga, málega ég veit þetta ekki plugg þáttur, skilur, ég veit að menn eru svolítið svona í naumíkunni, en kommunist naumíkjupartí. Já, Mars-Leninist naumíkjupartí, en Crazy Puffin þetta er bara skemmtilegasta ferðaskrifstofa í heimi og ég er búinn að vera að fara með hópa fólks til Sahara, Írak og já, Alsír, vá, Jesús, hvað það er netta fucking placeið og núna er ég að fara til Senegal og Gambíu með hóp og þú veist, og fólk bara að vera snöggt, já, þú veist, við reynum að hafa þetta alltaf svona litla hópa og ég held að sé bara eitthvað 2 sæti eftir eitthvað djöfullin, sko. Hvað er eftirminnasta landi sem við farið í? Ég ferðast til 71 lands og þetta er Hvað kemur bara fyrst upp í hugan þegar þú hugsar? Já, nú var ég að tala Írak. Írak var galið. Á hverju? Ég meina, þú veist, þetta er uppruni heimsmenningar. Sko, auðvitað... Vagga siðmenningar. Við segjum það sem Evrópumenn, auðvitað var Kína rísastórt. Sko. Þeir voru alveg að kera sitt eigið geim. En í raun og veru Evrópa og Afrika og Vestur-Asía. Það er það sem kallaði hálfmánin, það er okkar, Egyptaland, það var galið, þessi píramítar. Já, ég er með píramítar á heilunum. Já, nei, algjörlega á heilunum, sko. Nei, meina, meira en rapp í dag, sko. Nei, sko, ég er ekki að tjóka, það er mikið satt, sko. Já, nei, því að þú veist... Hvernig eru til, eða? Já, bara, þú veist, það veit enginn nákvæmlega hvað gerist. Það veit enginn, þetta er ekki eitthvað svona áhætta shit. Þetta er bara að það veit enginn, það verður enginn komið útskýring á þessu. Hvernig stöfluðu þessu og... Það var engar tombs, hvað kallar maður, múmíur, fundist þarna inn í þessu allar stóra. Nei, sem sagt, Khufu, píramítarnir sem eru stærstu, þeir náttúrulega, sko, sjáið bara, þú veist, sko, ég veit að við erum að fara að salta á eftir. Salta píramítarna bara? Alls ekki, en sjáið bara, fyrir 4000 árum, þá byggja Egyptar píramíta sem eru hæstu byggingar í heimi, það er ekki fyrir næstu 4000 árum setna sem að Cologne kirkjuturnin. Nei, var það ekki Eiffel-turnin? Ég hef lesið það. Vorum við ekki að ræða þetta daginn? Sko, ég held að Eiffel-turnin... Nei, hann kemur setna. Já, ok. En Eiffel-turnin var hæsta bygging þangað til. Heyrði ég, sko. Nei, Khufu er alltaf hæst. Já, ég segi Khufu, síðan kom Eiffel-turnin. Það var fram að Eiffel-turnin. En kannski er það sko, ég held að Cologne kirkjana var fyrst, en ég held að samt að Eiffel-turnin sé herri. Hann kom ekkert löngu eftir það, ég man hvað það var, en Cologne kirkjan, þetta er sko, það voru sko bara þjóðverjar, bara þýskir verkfræðingar og það er öflugasta verkfræði, eða var öflugasta verkfræði í Evrópu og þeir náðu að byggja eitthvað sem var herra á 800 árum eða eitthvað 600 árum. Þeir voru 20 ára að byggja Khufu-píramídana 4000 árum á undan og þá hugsa maður eins og svona fucking lúðar, svona einhverju svona í alvörunni ótrúlegustu lúðar til vinstur og hægri sem eitthvað tala bara já, stríð er svo gott, maður alls konar uppfinningar, internetið komið og bara ekki pensilín, en það er eitthvað svona jóð, erum við það bara jóðskortur, eitthvað smyrja jóð, eitthvað og maður bara svona, wow, til ykkur bara stríð, það er til milljón aðferðir, milljörðum eitt í að bara sprengja bara eitthvað barn í 500.000 á mismöndi 500.000 vegu og þá koma það, já við fundum upp á einhverjum hreyfli eða eitthvað, skilur, en þarna, menn tala það, Egyptaland var það þróað
það sem gerist í kjölfarið líka, sko, þetta náttúrulega allt bara eitthvað sem við erum að meta, bara sagnfræðingar vita ekkert. Vatnið mjög gruggugt þarna. Mjög gruggugt, en það kemur, sko, það eitthvað náttúruhamfari líklega, segja og stríð í kjölfarið og síðan bara stanslaust stríð og menn get ekki byggt fucking turn, þú veist, en þeir geta byggt alveg bara nýfteinda sprengju og sprengjur sem að drepa allt en skilur mig, þannig að þú veist samfélagið sem að Egyptar voru skilur, og sem að líka bara, þú veist, það voru bara allir voru í partíinu, það eru konur þegar þú ferð þarna inn, það eru konur út allt einhvern veginn alveg á sama virðingaplani og það eru fucking dýr á sama virðingaplani, það var hundheiðið, það eru bara, þeir voru sko, ég fór að skoða krókódíla hofið, þar sem eru búin að vefja bara fullt af krókódílum í og þeir tóku ketti og vöfðu þá, þeir voru svo mikið í náttúrutrúnni, sko. Það voru sko guð. Heilug dýr bara. Já, og í raun og veru bara Það birtist í einhverjum mismunandi skepnum eitthvað. Já, í raun og veru bara, þetta er náttúrulega bara það ástæðan fyrir þetta byrjar allt, sko, og náttúrulega öll þessi trú að það er ákveðin hluti sem við stýrum ekki og þú verður að virða ákveðin hluti. Þetta er bara eins og með ásatrúna, ég meina að það er ekkert eitthvað ægir, ekkert eitthvað gaur, skilur, það er bara sjórinn. Þú verður að virða sjóinn, annars bara drukknar og þeir voru allir í þessu, þannig að þetta er svona þessi gamla náttúrutú. Það sem mjög smagna, það sem ég sá er að sko, þeir voru að flytja bara svona heila steina, bara svona heilu lagi, flytja á 600 mílur og þeir voru að flytja bara, ég man ekki alveg nákvæmlega töluna, þetta var bara svona 1.000.000 af þeim, skilur, og það má ekki vera bara eitthvað tonn, það má ekki vera eitthvað bara svona skekkja upp á, þegar þú veist, og þeir náðu því einhvern veginn árið 2000 eða eitthvað var eitthvað svona í Kaliforníu, eitthvað svona bandarist svona, fyrirgeðu, var eitthvað svona í Kaliforníu var eitthvað svona nýlist þess að fluttir eitthvað einn steinn sem var svona 1/3 af steinnum og það þurfti sko að kosta eitthvað milljarða og bara, það var bara engineering marvel að þeir ná að flytja eitt svona í Bandaríkjunum. Þannig að pældi þú veist, þetta er bara svo mikið rabbit hole. Og líka bara... Ég hef farið það inn, þetta er alveg... Þú hefur farið það inn? Nei, ekki, ég er bara inn í þessu rabbit hole. Ég var bara að þætti 18 bara kjarri í píramítunum. Elskar var til Svíþjóðar og Flórida. En það er nú einhver píramíti hérna í Las Vegas. Ég tala um hann eða? Ég horfði á heila myndumann 30 mínútur þess að gauðra bara eitthvað, þetta var eitthvað the shit 92, ég ætla að fara í þetta núna. Ok, ein hliðin af þeim píramíta er bara svona Doritos flag og hann er bara eitthvað að segja, þetta er bara ógeðslegt, eitthvað Blue Man Group er hann inni og þetta er bara, munni ekki eftir þessu, þetta var í Las Vegas, þetta er Luxor. Já, ég veit Luxor, ég fór til Luxor líka í Egyptalandi, ég fór til Hurghada og ég fór ég fór og svo sigldi ég Níl. Ok. Og ég var náttúrulega með DJ Moonshine með í för. Fuck, hvað var erfitt að vera DJ Moonshine en það maður. Þú veist, það er ekkert eitthvað bara að Reykjavík brúur í hverju götu í Egyptalandi, sko. Og hann einhvern veginn ber ofan einhvern veginn öskrandi fullur á götu, það er bara menn sem eru bara í einhverjum arababúningu, þeir eru ekkert einhvern veginn að kaupa þetta grín, sko. Við þurfum að bjarga honum alveg að götunni, sko. Þetta er eitthvað sem að væri bara basic í Reykjavík, skilur, bara downtown. Sko, ég hef tekið hérna Vestur Afríku, ég hef tekið, þú veist, Ghana, Senegal, Sierra Leone og Gambíu. Já. En síðan tók ég DJ Marokko. Og mér fannst það var algjört fake veröld samt, ég var bara á, þú veist, resorti og síðan fórum við okkur kameldýr sem var eitt sorglegasta shit ég fer ekki aftur á Ruslaugi bara. En tókst eftir einu sem ég var stórmerkilegt með þetta kameldýra grín hana, við vorum alveg á kameldýrum hana, alveg þeysandi meðimörkina, alveg rosa gott flip eitthvað, síðan tók ég eftir að þeir voru með svona dúska í tríninu. Kameldýrin eða gaurandir? Báður allir þeir voru með svona dúska í tríninu og dúska ekstar við raskati já, ég man þessu á viðkvæmustu stöðunum og þetta er basically bara til að sé viðvarandi sársauki skilur, þetta er sko welcome to my life, sko, segir hún bara, sko. Já, þú ert svona mikið í dúskonum en þú ert sjálfvegur í þetta, þú veist, tipp í DSM-game þú ert að dúska þig grimt en þú vilt það, það er enginn sem spurði þessi kameldýr hvort það væri til að vera með dúski í raskatinu og dúski í tríninu, þannig að ég segi það, og það er líka það sem að Crazy Puffin, við förum ekki á negin helvitis kameldýr
sko, en við erum að fara náttúrulega í safari Já. og við erum að fara að skoða náttúrulega þetta var náttúrulega helsta uppskipun á þrælum til Vesturlanda og til Suður-Ameríku Ghana líka Norður-Ameríku. Já, ekki? og þetta er ótrúlega sorgleg og mikil saga sem maður þarf að sjá og svo náttúrulega tónlistin sko. Ekkert sorglegt við það maður stráð að pæla hans í við erum rap babies day one rap babies og við elskum þetta, við hættum að skipta engum hvað gerist í líf okkar þú veist, við erum alltaf raptrýni Yes sir. Ímyndi ykkur samt sko síðan þegar ég byrjaði að fara til Afríku þá sérðu sko millilega laust ég bara byrju, hvernig erum við bara hérna í Sahara með Tuareg fólkinu og þeir eru með svo galið sko rytmin og Afrobeatsið já, og maður er bara og þú veist það sem allavega internetið, við getum verið ánað með það að það berst sko millilega laust að því að rappið, elskum rappið í Bandaríkjunum og náttúrulega Evrópu og sem að fer út allt þetta er millilega laust þetta er bara bara taktur og það er engin tónlist sem fólk hlustar í dag sem er ekki frá upprunlega og getur rakjað til Afríku nema klassísk tónlist Já, Mozart og ég elska klassíska tónlist Evrópa má alveg eiga og ég er ballettpervert líka ég elska ballett og klassíska tónlist og bara salúti Evrópa en þú veist, þegar við erum að fara have a man þá erum við ekki að flýja bara eitthvað Verdi á fóninn sko Ég ætla að tala um Verdi hérna til ég kom með hérna Mosagin, það er official hip-hop drikkurinn í dag það er svolítið það er Mosi og ég ætla að leifa að smaka þeir eru veðrað þetta í tunnum já þessi hérna veðruð í Eldfell volcano og sem þetta þýðir hver djöfullin þeir bara skiljið þetta eftir von í ykkur tunnum já, í tunn, en sko veðrað í Eldfell volcano, hvað þýðir það? bara skilja tunnum þar eftir þetta bara von í Eldfellinu ég veit ekki hvort þessi onni, það er þetta Við rætunar við rætunar eins og við erum í hip-hop rætunum og við ég erum elska alltaf- svona, ég elska þú veist, ég ætla að tengja, sko, við ætlum að smaka þetta þú tekur hérna, þegar var að tappa hann líka halda fram að tala já, hérna, fyrir maður að segja, hvernig finnst þér þetta? Þetta er hérna, og þetta er þetta ekki Chardonnay, hérna, kaskið? Segja hann maður sjá. Jú, ex-Chardonnay kask. Blúp, þetta er mjög gott maður smaka þetta. og ég er ekki að fá borga neitt fyrir þetta Mosa Nellas Mosagin, kassa á gamle Karri, nú bara dettu því að fyrst skipti. já, En hérna, ég ætla að segja hérna, tengja þetta allt. Ég ætla hvað að er að fara með þetta, hvað er klika ég ætla að tengja Ghana og hip-hop minningu, íslenska hip-hop minningu og Ghana. Ok. Herru, ég er það mesta útileik bara, ég tala um svona away games sem maður er bara, og ég er það bara einn Átivelli með einhverju liði í Ghana og ég fer hann á klubb og það er bara geðveik stemming, það er endar einhver gaur, einhver dvergur í apabúning bara að dansa með svo á að vera og ég var bara, ok, og bara geðveikir DJ-ar, afrobeats, hip-hop ég hugsaði bara, þú veist, maður er alltaf með eitthvað, þú veist, þá maður sé bara þú veist, opið fyrir öllu, það er maður smá svona við erum aðeins betur en þau einhvern veginn eða svona þróar einhvern veginn, maður er eitthvað svona djúpt inn í manni einhvern veginn það er þetta evróska heldsputt ég veit það, og ég er það og ég bara sagði, ég veit þau þurfa ekkert á okkur að halda sko. bara ég sá hvernig þið rulluðu sko. Já. Herru, sinni er ég hérna á Vibe-in og byrja að kemur DJ-in we got the European brothers in the place ég sko herru, síðan er ég hérna maður að riðast þeir í kaldir á mig hérna já og ég er bara að væpa maður og bara, ég er bara að sókir all in hérna, geðveik DJ-ar síðan er ég svona að fara þá kemur einhver gaur jú, where are you from og ég bara, Iceland oh my friend, he's got an Icelandic husband bara við erum ekki á Akureyri, við erum í Accra, Ghana já, og ég bara, ok kemur dama með bara inn á klúbb, einhverjum fucking klúbb sem ég valdi ekki hey, yeah, I got an Icelandic husband, he's a rapper in Iceland he's called Jói Dagur og ég bara, shout out á okkar mann yeah og ég bara okay, yeah, I know him you know him? He knows his husband hérna. Og við ringjum á FaceTime, maður reynda svaraði ekki Helvíti. í Jóadag og Jói var þvílít sáttur með þetta sko Sjárat á Jóadag já, shout out á Jóa maður herðu, nei, þetta er rosalegt og hérna og sko, þú veist það er svo sko rytmin er svo djúpur pælið hans í hvað Evrópa fokkaði upp sko og eins og ég segi bara Jesú Kristur
það alveg mænila, skilur hann einn ég á margar Neilas og hann mín mænila en þess að kirkja og kirkjuvald bara þeir bönnuðu bara Evrópamönnum að dansa, af hverju haldi allir og við erum með þetta white boy curse bara, já, þetta mesta white boy shit sem ég hef séð og það út af því að kirkjuvaldið bannaði Evrópamönnum að dansa það var bannað að fucking og þetta lifir ennþá sáðu bara, Elvis, hann mátti ekki svona sjást í mjáðmynnar á Elvis Presley af því að hann var búinn að alveg bara upp í Blökkumannakirkju með rithmann og grúfið þannig að hann fleygði smá, hann skaut mjöðmónum fram sko og það var bara ekki lægi sko þið sjáu bara eins og bara í íslensku sko þjóðsögunum eins og með bara dansin í hruna það var bara prestur sem að bara ætlar að nú skulum við brefika mann jólin og hann bara hafði dansað í kirkjunni hvað gerist? Kölski var bara þið að koma hinga right here hún sökk kirkjan hann bara komið hafi gaman right here, right now þetta bara, og þið getur séð þið farið á hruna það bara svona hóla þetta var bara eitthvað jarðskjálfti eða eitthvað djöfull sem að saug kirkjuna niður en bara líka rakið í dans já, rakið í dansin og það mátti ekki það var ekki hljóðfæri af hverju bara það var bara einn gæi bara fela þetta bara eins og var bara gyðingur í þriðja ríkjun það var fela langspill en og eru við ekki líka Íslendinga mjög bælt þegar það kemur að þessu í gegnum tíðina jú og Færeyingar eiga meira game af því að þeir eru með alltaf víkivakan sem ég myndi ekki segja að maður var að fleyja í víkivaka á klúbnum af því að það er ekkert eitthvað þetta er ekkert erotísku dans en þeir voru á eyjum þannig að þegar prella helvítin þegar þeir ætluðu að fara að fokk upp partíinu og setja fokkin prigg í partíhjólið þá voru þeir á eyjum þannig að þegar þeir sáu prellan koma bara með leiðindi þá náttúrulega bara allir hætti að dansa nú ætlum við allir tókum frá biblíuna þóttu að við erum að lesa saman biblíuna við á Íslandi var þetta ekki við höfum ekki alveg sama möguleika á þessu sko en ég náttúrulega er að ströndum strákar og það er bara hundheiði sko menn voru að fá sér leggja lók og hleypa á sig og setja blaze Aldrei að fá sér við erum í Tónabíó og þetta er bara geggjaður salur og við erum að fara að elda hérna við erum að kúka hérna það er farið hérna það er alltaf fullt af bjór frýtt pop það er frýtt pop það er hérna útisvæði það er matavagn það er bjórbúð sem er opin eins lengi og staðurinn opin sem er hvað lengi? bara fram eftir miðnætti 1:11 og þeir komið með þetta inn á búðinni ískalt og þetta er helviti alltaf að ráðast á Danna ráðast á mig mjög árásakjarnir þetta er blóðugt þetta er blóður árásir sem að og bara mæli með að koma hérna eitt sem að við þurfum að ræða það er helgin þetta var frábær helgi hjá okkur og við Danni tókum roadtrip með Rottweiler á írska daga yes. Þetta var frábært sjó hjá okkur geðveikt sjó og ég sagði það nú til þú veist að hrósa okkur ég sagði það nú við Danni vorum hérna eitthvað flakkandum voru svo komnir upp á einhverja palla á einhverju besta stað ever til að þetta var bara svo varum að enga sjói og með okkur var Daniel sem er algjör meistari hann er alltaf, ég sagði hann er alltaf verið eins ég sé hann fara hér og bara efst upp og hann er bara alltaf alveg eins sjárat á hann svo mikið sjárat á Daniel af því að það sem ég fíla sem allt mitt game er ég geri bara mitt og ég er ekkert eitthvað nei, Rikki G, blessa, hvað er að frétta má ekki sjúga þig nei, Nilla, íslenska þjóðin sígur mig veistu hvað meina Daniel, hann byrjaði bara að kast út bara lögum og hann var bara, svo var maður að skoða bara Spotify hvað var mest hlust á og það var bara Hafdís Huld og Daniel þú veist, þetta er svo mikið þetta er svo mikið Tavares getur þú sagt söguna davai, Daniel getur þú sagt með söguna sem ég stundum bara þegar ég lendi í car crash og ég er svona alveg að deyja og svona, mér fór síman ég ætla að ringja Erpur og ég var bara Erpur þá fyrst sem ég segi bara segð mér söguna þegar OG Macko var að spila það voru fyrst að segja mér söguna þegar þú og Daniel voru að tala svona fyrst skipti á Instagram eða Facebook það er frábær saga ok, það er alltaf alveg galið af því að Daniel þetta er bara íslenskur slavi bara meistari
og við vorum búin að vera að spjalla lengi ég tala við allir sem skipta máli í íslenska hip-hop-sögu forever Tapped in. Já, ég bara kaftinn í brúnni og ég byrjar við erum að spjalla og síðan sko ég einhvern veginn ég man ekki, já ég svo, og ég alltaf búin að vera mikið í Rússlandi sko og rússar ég elska rússa en það er alveg sumir svona rússar sem með svona furðublæti, það ekki bara í Rússlandi, það kanar og með svona furðublæti fyrir Íslandingum, halda við séum einhverju svona eitthvað túle, já, bara sem við séum einhver útvalda þjóðin, eitthvað algjört kjafta og það er einn þannig gæi sem er og hann fyrir eitthvað að senda á mig og tala bara við mig á ensku og ég bara, Daniel, hvað ertu á 10 eiturlegum, hvað talar ekki við mig á íslensku og hann bara heldur áfram og byrjar eitthvað að tala eitthvað Rússlands keisara, tsarinn í Rússlandi og ég bara Daniel, shut the fuck hvað er að fucking frétta, hvað er að tala við mig keisaraveldið og hvað er að væla eitthvað yfir því að það sé bara eitthvað hommeri á Íslandi og eitthvað kjafta og þá er þetta einn af þessum alveg bara förnu dútum sem eru bara og ég bara, þú veist, ég var komin í bara sturl og ég var alltaf búin að fá Hvað töluðu lengi saman? Nei, alveg í svona 40, ég lendi í Árás, það voru alveg bara svona örgulega 60 sterkir sem var sarsin riðist á þig? Já, það voru alveg bara svona heil herdild af þessum abaköttum sem og þetta var blóðugt og ég var einhvern veginn bara ég var bara, Daniel er bara farinn, hann er bara farinn. En þá var Daniel ekkert að tala um mig og daginn eftir var ég bara bara eitthvað annar Daniel? Nei, já, þá var þetta bara rússneski Daniel frá Vladivostok og svo fór ég bara að skoða bara prófálmyndina, það var bara mynd af keisarannum og eitthvað svona helvitis hann eitthvað í Árbænum bara heitast að vera í Íslandi bara eitthvað hann bara eitthvað í PlayStation löf letur eftir gig eitthvað og ég bara eigða lífi mínu að tala við eitthvað algjörna prömphaus en þú veist það er sko það er gaman að sjá hvað hann er humble en ég ætla núna það er það sem ég elska að vera Rússan sko allir mínir G's og ekki bara Rússan, slafarnir mínir pólsku dúttar mínir króatar, mínir serbar þetta er svolítið svona þú skilur ég hef alltaf náð mikill í tengingu við Austur-Európu mér líður mjög vel á Balkanskaganum, ég hef svolítið verið þar Balkan er æðislegt sko en það séu líka bara pældi aðeins núna og ég ætla að vera snöggur að klára þetta að þú veist pældi hvað Júgóslavía var fucking magnaland ímyndaði sko í NBA voru þeir með Petrovic Divas, Kukoc og á sama tíma stórfengleikin bara í öllum íþróttum ímyndaðar ef þeir hefði verið núna ekki með Bosníu eða Króatíu heldur bara Júgóslavía Króatía er bæðið við 3 milljónir þeir eru bara alltaf öllum háum minni Noregur ég er í Króatíu, þetta er magnaland þetta er allt svo magnalið og ég meina þú veist Serbarnir er fokkin ég verið í það gallin við Slavan hann á helviti erfitt þeir eru alltaf að bífa veistu hver saman, veistu hver bjóti stærsta slavaríki í sögunni sænskur konungur Svíinn sko, hann lappar inn og saminar Slavan það er Rússland sko það eru upprunni ég hef verið í borg þeir hata hvern annar svo mikið og það er svo fucking pirrandi úkrarar, þeir eru meistrar rússar þeir eru meistrar ég hef verið í borg sem heitir Leskovac sem er í Serbíu og þetta er svona hún er ekkert langt frá Rúmeníu og svona svolítið upp í fjöllum og ef ég man það allt saman rétt ég man bara að maður lappaði torgið þá var bara allir voru 1.95 plus með rosa ramma þetta er svakalegt en já, svo ég klári þetta það gæti verið Serbi sko svo vorum á ískudögum og við Danni vorum með Daniel í stúkusæti og það voru fleiri góðir sem voru með okkur geggjum mynd sem Danni birti Mount Rushmore mynd það vantaði undir eitt fórseta við getum sett það inn og svo er blasarinn mættur í þvílíkum gír með írska fánan og ég kom beint úr giggi á 2 giggum sko, þú veist í Garðabæ og þar á undan í brúðkaupi en ég kýsa að kalla þetta Álftanes varstu Álftanesinu? Já, ok, geggjað my home turf þetta er bara svona eins og ég meina þú ert með eins og með Írland þú ert með hersetin
part af Írlandi, Norður Írland. Álftanes fyrir mér Norður Írland. Ég elska líka alveg Garðabæ. Ég er búin að eðla, þú veist, helmingina íbúum Garðabæ. Og það kvenkyni, sko. En, sko, Sjára á Garðabæ. Við erum hérna við Danni og þú ert komið íska fánan hérna á ískudöfum með sixpensara sem þú fekst hérna í krátinu. Já. Og þvílíkt sjó. Ég segi við Daniel og Dannana 2 sem voru með mér. Þetta ástæðan fyrir því að Blas á toppnum og hefur allt eða skilur. Þetta ástæðan fyrir, þetta íslenska rappstjarnan og þá fór ég að hugsa, ertu í flæðinu þarna eða er þetta eitthvað svona, þú veist, dattir í hug bara spontant í þar íska fánan? Já, ég hóaði bara ég sagði bara nú vil ég flagga. Ég elska Írland, sko. Og rauðu skeggbrátarna mínir, við erum svo keltneski, Íslendingar eru svo miklu keltar. Eins og Kári Stef var birti fyrir nokkrum árum að þú veist á landnámsöld þá bara meiri hlutin af sko, DNA íslenska kvenna keltneskt frá Skotlandi, Wales, Írlandi þannig að ég var bara Þú talar við Viktor Sviðsstjóra Viktor Sviðsstjóri shout out akkur er ekkert klappið sem þetta Viktor það er bara, hann sko Viktor ef þú tekur sko öll svið skilur þú bara svona starfsvið og finnur sko það sem skara fram úr þá Viktor örugglega einn af þeim sem sko hvað lengst á undan eða þú veist hann alltaf fullt af góðum sviðstjórum sem unni með en Viktor bara á svo hann er heimsklassa hann er svo og hann er svo notalegur af því að menn verður að fatta að þú veist sko ef þú ert bara það alls konar svona emo baby með kassagítar eitthvað svona og sem bara eitthvað trigger eitthvað þú þarft gæja svo Viktor hann getur tekið hvert sem hann getur tekið bara einhvern sem væri bara þræl einhverfur og væri bara hann getur verið bara með einhvern reynmenn og að keyra sjó fyrir tíðin af því að hann lætur öllum líða svo vel ósalegur sko og líka þegar stress í kringum manneskilur hann reddaði íska fánanum þú þitt þetta bara spontant Helgi Björns allt inni mættir þetta með ykkur já Helgi Björns jumpaði sko. Vesturska mafía hann var bara hann einn af fyrstu rapparum í Íslands eða ekki toppurinn að vera í teig já nei og ég hef nú alveg rætt þetta við yfir 2 eða 3 með Helga að þetta er ekkert eitthvað gott rapplag sko en þá var bara að hugsa þetta öðruvísi gott rapp Toppurinn Teinóti bara funnyköttur og platan 3 heima með Bubba hún er ekki góð rapplata en hún er geðvig plata en við ætlum að gefa þér hérna við erum að rúkringur ok, þú varst að segja með Fánan og Sixpensan ég sá bara út í krátinu einn þræl rauðherðan og glæsilegan Itty-bitty Peaky Blinders hann er 2,5 meter og bara hann stendur upp út bara einn og hann er bara svona glæsilegur og þú veist, þú pælið hans í Engilsaxanum, ljótasta hvíta fólk sem er labba á svona jörð, það er fucking Engilsaxin englendingurinn og hann býr til svona kerfisbundin rasisma og áður en hann byrjaði að segja alltaf bull Asíumenn og Afrikumenn þá byrjuður að svína út írskamannin af hverju tölum við endan dag í dag að sé hræðilegt að vera rauðarur þetta er svo sjaldgætt, þetta er bara demantur það er nóga bronsi demantar eru það er nóga demantur líka en fokk demantar, ég meina bara gull það er bara þannig að ég gríp bara ég elska bara fólk ástæðan fyrir því að ég elska hiphop svo mikið og ástæðan fyrir að öll mín hiphop keisla er að ég hef gaman BDP, KRS-One í BDP, hann var Paris frá Oakland og Bronx Gene KRS-One þeir lögðu þeir voru svona þegar ég var að sjúga mest inn hvernig ég ætla að keyra mitt hip-hop game og BDP krúið allt og KRS-One þeir sögðu bara hip-hop getur ekki verið eins og Enya er æðisleg tónlistarkona en hún bara býr í Kastal á Írlandi með 100 köttum ég bara sjáta á þetta á Enju sko, ekki klappa eða eitthvað en sjáðu þú verður að rocka sjó þú verður að ná krátinu og ég náttúrulega kann ekki telja upp á 10 en félagsþroski minn er góður sko og verða betri þannig að og það er náttúrulega út í að ég elska fólk sko. Og það er líka mjög áhugavert við vorum hann bara svona með ykkur hann þegar áðurinn fór á svið og við náttúrulega hittum ykkur hann og pekkum upp bent eitthvað og þú fyrir með
með krúsa í geggjum bíl og Við kerðum, það er svona fyndið, við vorum að bílum hans krúsa og ég í alvörunni, það var ekki fyrir að koma heim, hann var á 3 hjólum eða eitthvað. Þetta var sturlaðasti Yaris sem ég sé, sko. við á krúsatum að stinna og en sko þið komið þarna, þú varst bara á mínútunni nýkomin öðru giggi og maður var svona, þetta var svona chaotic, svo bara Lulli keirir eða Krúsi keirir sönnísku sakamáli í gang og introð byrjar Sigursteinn Másson eitthvað að tala og þú bara svona röltir inn og svo bara sá maður bara, og ég náði á vídeo sem ég sendi bara svona, þegar gýrin kemur yfir þig sko, og þá var bara sjói mætt og það er bara, þetta var og við ætlum að gefa þér í tilefni dagsins í boði klukkunar Það var að veluna mig fyrir framlag mitt fyrir Íslands hiphop og það er frá klukkan er á 4 stöðum, þetta er svona hvað segja, svona Jacob the Jeweler Íslands, það er stefni klukkunni og hann er með líka svona klukku svona, sem er mjög hiphop í dag að vera með og ég ætla að gefa þér þetta úr er svona Al-Qaeda og ISIS notið úr og ég ætla að gefa þér Kasi úr frá klukkunni Sko, málið þetta er alltaf, sko, Danni, besti pluggar í heimi, en ég veit ekki hvaða selling point er í því að ISIS og Al-Qaeda ég veit hvað það tala þeir vilja bara, hvað mun virka þeir er ekkert að bara Toyota Hilux, þeir er ekkert að sponsa þá þeir velja bara að besta þeir velja bara hvaða úr mun fokkin virka Leinið þjónustu Bandaríkjanna og Breta sem að sponsa Þetta er þetta færið fyrir allt þitt sem við höfum lagt fram Nei, sko mála, þetta er stálheðalegt Þetta er svona úr sem virkar Þetta virkar Ég er Casio-bad Já Þú veist, segðum Sko landa þetta fyrir, já, svona, já Sko, sko málaði það, ég á svo ógeðslega fallega og góða kæristu að ég þarf ekki að vera með þetta, sko Ef ég kem heim, hún er bara, wow, flott úr Ég elska þig, eitthvað svona Þannig að þú veist, ég kem heim En ef ég væri bara á, sko, píjónabarnum skilur 2004 hvað bara, það mögulega að ég geti borga gaur fyrir að gefa mig handavenni með vinstri skilur, þá meina ég ekki að það sé neitt að því að ég er í naumhyggjunni Þetta er úr sem virkar, Casio er bara úr sem virkar og líka, sko, þú getur rokka Casio við allt Það er, og japansk úragerð hún er í svona mikilli sigurgöngu núna Casio er harta japanska úragerð Já Talandi japanska úragerð, þá eru við líka með bílvikunar frá Bílasölu Reykjavíkur og það var svo gaman á ísku dögum kom að sá mikið af Bílasölu Reykjavíkur húum það var þetta bara eina á ég Danni með hana á baksviss En við ætlum að kíkja á bílvikunar núna Herðu byrju árun og setja það að við vorum sko, þetta voru ég tók 4 gig þennan dag setna gigið var brúðkaup hjá góðum manni og við erum hana og konu líka, þetta þekki hann ekki bara með veistarar við erum actually bara íta dollinu hans krúsa svo kemur allt inn bara á hvað fucking þetta er bara svo Akraborgin að nú segir þetta út af að fólk veit ekki hvað Akraborgin er Herjólfur hafði bara siglt framhjá svartar rúður og svo rúlað niður og við vitum, þú veist, í alvegni bara það bara serbi, það bara, þú veist, kájóð bara okkar maður Rauða stjarnan Já, Rauða stjarnan bara Partisan, er það ekki líka Jó, Partisan Belgrad bara og kájóð hann er svo mikið svægi á honum maður veit, það er slafadæmið þú veist að það er elskaði en þeir eru ekkert eitthvað small talk eitthvað svo þú bara eitthvað svo staffið Universal slafinn elskar þig en hann er aldrei að fara að vera eitthvað að sjúga þig sko, hann er bara svona og þú ert alltaf með þetta og ég held að þetta væri búið að toppa daginn þá rúllar sko rúðan í aftursettinu niður og þá var einn glöðvolgu deluxe með Bílasölu Reykjavík bíni ég bara yes það var húra kíkjum á bílvikunar frá Nóju frenda það er nei það er eitt franskur það er Citroen C3 já 650 skall þetta er Sannar Maggi breyttina í flótanum sínum já, hann er með bíla í öllum verðflokkum hann er ekki náttúrulega 5,5 sko Nójan er frendi minn og ég veit að hann hefur séð mig að hann er rætt á Rauðandafirði
hann í vestursku mafíunni, hann hefur séð mig að ég átti svona bíl. Það svoleiðis. Hann handvaldan, er það ekki þannig? Hann handvaldan, jú. Þetta blue collar ballin, eins og maður segir. Þetta blue collar balling. Þetta balling on a budget. Þetta skít ódýrt. Þetta frönsk hönnun, það bara þannig. Væntanlega flautan í rúðu eða stefniljósinu. Já. Það svo fyndið með frönsku bílana, það bara, þú þarft að fara eitthvað aftur í til að setja bara rúðuþurrkunni í ganga og eitthvað. En þú ert að róla frönsk hönnun og ég ætla að segja ykkur eitt sturla. Flottasti Citroenin, fyrir utan þennan, þetta alveg með flottari, en hydraulics, back in the day, hey, að því að sko fjölskylda mín áttu alltaf franska og tékknesk, tékkóslóvak, skóti og Citroen. Mjög hátt hlutfall af verkfræðingum í Tékkóslóvakíu, þetta er mikið verkfræði þjóð. Já, nei, absolutt, og stóri bróðar minn, hann vann hjá Globus sem voru að flytja Citroenin inn. Já, mann þessum nafni, Globus maður. Var þetta ekki Havana Club líka? Jú, þeir eru með alltaf helsta. Citroen, Havana Club, þeir eru bara með allt þetta besta, skilju. Og spáðu hvað þessi fyrirtæki voru mikið gateway fyrir heiminn til Íslands. Já. Þú veist, það bara, við erum að kjúreita heiminn fyrir Íslendingum. Bara fram eftir svona öndverið 2000-öldinni, sko. Nei, bara absolutt. Og líka bara gamli jálkurinn sem stofnaði þetta, það var svona gæi sem að mér finnst alveg með pening því að hann var alltaf í vinnunni. Konstant. Þannig að þú veist, fyrir mér Citroen mjög rómantísk. Já, þetta fallegur bíl og... Það ógeðslega fyndið með einmitt svona Citroena, það einmitt eins og sagðir, það alltaf eitthvað svona, herru, hann lækka hitan í sætinu og það bara eitthvað skilgæði, en satt virkar það. Já, nei, sko, eins og pabbi, sko, þegar hann var að laga Citroen, þá var eitthvað í vélarrýminu og þá þurfti pabbi einhvern veginn að fara gegn mælaborðið, skríða gegn það. Já. En strákar, sko, svona er svo margt, sko, svona sem sexy. Já, og það sem fallegt við þetta líka að þetta á þeim tíma, það sem að þú veist, frönsk bílahönnun var svona, þýsk var svona, japansk var svona og það örugglega einhver leyti ennþá þannig, en þetta er svo orðið svo rosalega melting point út af tæknin orðin, þú veist, hún farin að saman einhvern veginn alla heimana og þá einhvern veginn verður ekki þessi sérstæð sem við sjáum líka eins og í rappinu, skiljið, þú veist, Outkast komið bara allt í hennu fram, bara búinir að vera að taka upp plötu eftir mixtape eftir mixtape og svo allt í hennu komaði bara með fyrstu plötunni sína búinir að mastera sinn stíl, skiljið, þú veist, og í dag þá bara gefa menn út eitt lag og verða einhvern veginn stórir og svo bara deyja vinstöldina, sko. Já. Þannig að þú veist, þetta það sem fallegt við þetta að það einhver hönnun sem frábrugðin öðru. Það sáðu svona Citroen sem var með svona bumper, svona gummibumper á hliðinni, geti eitthvað Citroen Cactus. Já, það var eitthvað svona Cactus, ok, nei, ég vissi það ekki. Já, en já, þetta svona... En sko, ég hélt að amma Nójunar, frænka mín, sem var með staðaskóla, ég hélt að hún, og það var líka frænka mín sem var með, litlu sjoppuna á leiðinni á Selfoss, hvað heitir þetta? Litla kaffistofan. Litla kaffistofan. Hún heit það? Já. Ótrúlega frængur, og það ekki á pungnum, þetta eru actually blóðfrængur. Self-made. Já, alltaf, og herðu, og nema hvaða Nójan, sko, nei, það bara þannig, það ekki svo, það var ekki silfur ausur í raskatan á þessum ketti, sko, herðu, en nema hvað, hvað djöfn voru að tala Frænkuðinnar. Nójunar, frænku hennar. Já, Citroen. Akkur þú að snerta, þetta ég að tala frænkum. Það eru flottar, sko. En já, þetta var nú bara... Self-made frængur. Já, self-made frængur, sko. Og skal við ekki að skála fyrir þeim í te og kaffi? Já. Jú, herðu, ég búin að vera, sko, það verði ég nú að segja að, sko, ég svo fegin, í alvegnisstrákar, ég svo fegin að mæta og þú veist, og ég verða viðurkenna, það einn eða tveir svona sponsor þetta allt fucking illa shit. Pældi, ef ég myndi þurfa að sitja þá var ég bara, já, metróborgarar og bara Captain Morgan og við erum bara Cardi Rassanda, það eitthvað bara þegið. Það allt, sko, ég er ekki að fá fucking krónu, ég fengi þetta úr. Já. Fyrir sko lifetime í rappi.
Lifetime Achievement Award. Herru, hvernig í anskoðum fegst þú gullið? Við, ég er alltaf búin að vera Má ég prófa þetta? Má ég púla smá nýgur í mann á því hérna? Skiptum. Við erum á amerísku ströndur á tenni og ég ætla að fá að prófa húrið þitt. Let's go! En já, te og kaffi Geðveitt úr. Þeir eru með cold brewin, við erum að minna á það er nýjir drikkir, það er klassist, það er Yuzu, það er appelsinu, við tókum Hjalta Vignis Two guys. Herru, sko, mála, ég vil smakka hennan fucking bigga. Já, ég er búin að senda Hjalta, við erum að vinna í þessu. En tjekkja á þessu dragar, tjekkja á þessu. Doppelúr. Vitið hvað var með doppelúr? Maradona, veist það hverju? Það Che Guevara var alltaf með 2 úr. Hann var alltaf að gera byltingar bara út á matan heim í Afríku og hann þurfti að vita hvað var tíminn í Havana og hvað var tíminn þar sem hann var staddur. Nú veit ég allt, nú ger ég Nú erum við tímann í Compton og tímann í eða Copetown eins og Birnir kallaði alltaf sko. Copetown. En te og kaffi farið allir staðina að fá okkur cold brew og smakki í Yuzu cold brew. Já. Ég var að segja þetta er rosalegt. Ógeðslega, þetta er metnaðarfullt og þetta er velgert af því að þú veist það sem ég þola ekki við fucking nýfrjálski kapitalisma er að það er alltaf gert allt ógeðslega ódýrt og auðvelt og ömulegt og allt skemmist en þú veist þegar þú ert í alvörunni að meina það mátt alveg græða pening. Já, og þetta var þannig að Dóri var sendur á námskeið. Ok. Já, Dóri Díana. Hann var sendur á námskeið. Ég var að tala Dóri og hann var sendur á námskeið. Dóri Díana var sendur á námskeið þegar þau kom inn í potið. Það var, þannig að þetta er velgert. En sko, Blas, eitt sem ég langaði að spyrja því við erum líka svona aðeins að kynnast þér, við þekkjum alltaf vel, en við erum líka að lega hlustundum að kynnast þér. Og mér langaði, því við erum mikið svona að tala hvernig svona lífið var hérna áður fyrr og going back in the day og komst nú inn á Paris og KRS-One sem voru þínu áhrifavaldir í rappinu. Hvernig var bara þegar þú varst að byrja í rappinu, hvernig var bara þú veist að verða þessar út plötur og föt og galið sko. Palli, veistu hvað, lífið er orðið svo auðvelt á hvað þetta varðar. Það er engin manneskja bara þú veist, ég keypti mitt fyrsta hús skilur 22 ára en ég var alltaf líka bara djúpt í leiknum sko. Og alltaf líka tapt inn í grasutinni, ég man bara fyrsta skitt sem ég sá þig eitthvað var í þættinum Pétur og Páll á skáinum, þar þú varst í bæjavinninni með 420 kall tíman. Já, með 420 kall tíman og þetta er samt svo ógeðslega funny af því að þetta er svo fyndið atriði að ég var eitthvað að segja í þættinum heyrðu, þetta er launasöðli minn og þú veist, það stendur bara 400, stendur bara samanlöðu upphæð, þú ert fáviti hvernig á ég bara að taka 420 kall tíman veist, það væri kannski bara eins og þú veist 1100 kall í dag en þetta var galið hark en allt sem er skemmtilegt þú veist, það er eitthvað sem að maður vill leggja tekur á sig vinnunni. Já, skil hvað það. Þú veist, fyrirhöfnin gerir þetta svona ennþá eftirsóknarverðara. Já, í raun og veru og bæði, helst í hendur. Þú veist, César, hann er náttúrulega rap afi Íslands. Hann þarf að fá úr líka. Hann var úr. Og ég vil fá skotkvæll líka, ætti ekki með þá líka? Og þennan, já. Veitu, ég með Hann var svo ógeðslega djúpur með þetta að hann sótt hann gerist áskrifandi af Source Magazine. Ég var líka þar. Já, ennilega. Hvaða ár er það? 7. eintakið. Æskip framan á. Ok, 7. eintakið þá verður hann áskrifandi. Ég er með þetta heima. Ég er með öll Source blöðin eru heima með mér og punkturinn er að það var enginn á Íslandi að pæla í Source. Þannig að þegar hann fær áskriftina þá þeir voru bara Iceland, when USB hann borgaði sko svona 60 krónur á blað af því að þeir héldu bara að það væri beysið sem að væri Bandaríkin og við vorum bara djúpt þarna og vinkonum minn og nágranni Emilan Torrini pappi hennar, meistari sem var með Ítalíu veitingastæðin og Laugavegi, hann var með svona disk. Þetta var pappi hennar með Ítalíu? Já. Hvað heit hann? Salvatore. Ég man ekki alveg hvað hann heitir. Hann er farinn, blessu sér minning hans. Að hún var með disk eða eitthvað svona. Gerði hann með disk? Já, þannig að hún tók upp á Waffos allt Yo MTV Raps. Ég á þetta allt á Waffos
það var svaka tenging Gísli vinni minn VFKPG pappans var læknir upp á Beysi herstöðinni þannig að hann gat farið og keypt diska Paris var ekki í neinni og þessum tíma þá voru plötubúðunar seldu ekki rap og þeir Hvað ár erum við að tala um hana? Við erum að tala um fucking early man, lilla what sko þetta er ótrúlegt, við erum 25 ára manna að vera að tala um hluti bara að ég að vera á lífi sko Er þetta early, er þetta 80 late og 80s? þetta er late 80s Já. þetta er þú veist fucking 88 Já. og svo áttum við vini frá Alaska Bjössi sem að ótrúlega náðungi sem kom alltaf til Íslands og hann var bara hey strángar, ég kom frá Alaska hvað segir strángar, ég kom inn að gegja plöturinn this is Jesse Jeff from the Fresh Prince hann eina sem átti að hlusta á að því að hann er alltaf kani og það má enginn, allir bandaríkjamenn hræddi við allt, bara araba, rap þú veist, skilur við þannig að hann mátti alltaf hlusta á gangsta-shitið, þannig að það mátti allir hlusta á Will Smith sem hét þá bara Fresh Prince og þannig að við vorum að hlusta það smástund en síðan kom þetta líka gegnum kvikmyndir þú veist eins og þegar kvikmyndir Colors kom Colors, já called Ice-T já, og þá var ég bara, hvað er ég að hlusta á eitthvað Will Smith, ég hef ekki gangsta 11 ára gamall eitthvað með eitthvað kröfur og það bara eitthvað, take it from me girls in the world ain't nothing but trouble og eitthvað, og hvað var hitt parents just don't understand þetta var svona úlingagjáttaði sem að ég var ekki tilbúin að hlusta eitthvað úlingagjáttaði þegar ég var 11 ára sko. Ég vildi heyra Colors sem var Ice-T þannig að það kom svona eitt og eitt lag gegnum þú veist, kvikmyndir þú veist, það sem vondukallarnir voru náttúrulega rappararnir og blökkumennir og mexikanarnir og allt svona en það slætaði inn þetta er svona stærstu púlið og svo fórum við náttúrulega mikið til Danmerkur Þar var svona gáttinn að opnari já, bara að því ég verði náttúrulega aldrei upp í Danmörku sko. Ég og Cesar náttúrulega aldrei upp í Danmörku bara í útkverju Kaupnafn í Vistæn Vallensbæk og þannig að við vorum alltaf með tengdi þar og ég meina svo, ég man ekki betur en það verið DJ Typhoon sem var með búð á Vesturgötu og við komum svo fucking frískir inn maður ég átti svona geðvegan Raiders Los Angeles Raiders þetta er Raiders fóru síðan til Oakland Já, var það undan, já, þið voru þar undan Já, Nilla ég djúpt tilbaka í sögunni sko. Þetta er áðan að Oakland tók yfir og ég átti svona regnjaka og svo átti ég Los Angeles Kings derhúna sko og maður átti engan pening maður var alltaf svona einhvern veginn að fucking græja og harka og djöflast og gera og þú veist þetta var og eiga svona einhver hip-hop föt en frísport á Laugaveginum seldu NBA-húr og pældi hvað það var allt fucking erfitt það var bara maður svona ef þú sást gæja með derhúu árið 90 á Íslandi og þá er ekki að tala um eitthvað svona ólís derhúu eitthvað gæja bara þá er ég að tala um derhúu bara svona sem bara alvöru svona sem að basically kringum NBA, kringum NFL kringum NHL, hockeyið það var alltaf derhúar bara töff derhúur sem voru á Íslandi og aðra var svona lág á hausnum derið einhvern veginn dinglandi munið það sem brauta derið svona var alltaf einn í hverjunu sem brauta svona alveg bara brauta með hornum það var einhver svona Ali bacon derhúi sko. Það var enginn sem átti að gera það að það komu tískur þar sem við vorum með sko, þarna vorum við beigðu við derið svo komu nú derhúðnar beint sko þannig að en ég að brjóta derið það er eitthvað að grafa á shit sko. Ég ætla að brjóta þessu umræðu ég ætla að koma aftur að henni við erum náttúrulega búið tegja 9 póstarnir eru á leiðinni þeir eru með blogg síðan núna mjög flott blogg Kjötborg sem er svona í anda þess sem við erum að tala um hérna svona. Og bara býðið bara 9 því ég held að gömlu póstarnir verður flottir en núna 9 póstarnir þegar ég bara ekki sé svona hönnun á póstum áður og Danni er vel teppt inn hjá og ég er mjög mikið að eða pening ég verð að segja að því að nú vil ég gera vel við
mannskap sem að styðja svona ótrúlegt menningaframlag íslensk hiphops sem að betur flestir eru að ég svo fegin að þurfi ekki bara að vera bara já frábært bara maður heyri bara hjá Rapid bara 100 börn dói í Palestínu bara 100 börn dói í Palestínu Teygja bara fyrirtæki að gera bara tæknilausnir til að við getum borgað með síma og svona. Þannig að respekt á Teygja. En nú í hérna framhald af því, eitthvað svona, ef þú mætti velja eina búð, eitt fyrirtæki í búið Teygja, sem þú saknar, eitthvað svona, eitthvað búð, eitthvað svona, þú verð svona, ok, þetta var til... Þetta er endurlífgað eina búð. Já. Kama Sutra munið eftir fatabúðinni Kama Sutra Vísun ég grenjaði svo mikið af því að ég var alltaf í Arma Supra af því að ég var alltaf í svona hermannafötum þannig ég hlusta á þetta má ég fá 10 skann ég var í Kama Sutra líka bara ég bara að kaupa mér svona gerfilima eitthvað bara what the fuck sko. Bara alls ekki það rosa margt sko sem að svona er leiðilegt að sjá fara því að ég elska að sko það verður til sál í hlutum eins og þú veist ég elska frá prikið skilur bara það bara finni er bara með bara allt heldur sér svo finnst mér geggja að labba upp á Mokka bara gamli skólinn allaleið fleygja mér inn sko Hótel Borg þeir lendu í fokkri að koma einhver enskur kokkur síðan hvenær hefur enskur kokkur eitthvað að segja með heiminn sko enskir kokkar hefur verið í fangelsi sko og hann kemur og gerir eitthvað stað og það er eyðileggja hluta af Hótel Borg en það er ennþá hluti sem er heldur sér ég veit ekki Við erum nú inn í sal hérna sem var á nú sína sögu hérna í Tónabæ. Er ekki plötubúð, engin sjoppa, bara segum bara svona fuck. Hverfisverslun. Draumurinn. Júlí Draumur var að kera, hann bara ákast bara inn og keypt bara pilluspjald og haglabissuskott og eina síkó. Það var nú svolítið, ég fíla svona rugl sko. Sjárat drauminn. Já, sjárat drauminn. En svona, ég þarf að hugsa það sko. Allan bóðið Teygja, fara á teygja.is, þeir finnir bloggið þar Kjötborg. Yes sir. Sækjur, Kársnesbraut. Ef þeir varu til í dag, Sækjur og Kársnesbraut. Hvernig var lýstu Sækjur fyrir okkur? Sækjur var geggjað. Hvernig var lyktin? Lyktin var bara svona, hún var frekar svona mikið bara af því sem að, nammi. Nammi gefur rosa mikla lykt. Sko náttúrulega Kjötborg, þeir voru með bara, svona, blóðu dótari, þannig að það stundu var svona lykt þar með. Akkurat, segjum, ég þarf ekki að nefna einhvern eina, ég bara hverfisverslanir. Hverfisverslanir, ég skal alveg eyða, og þú veist, ég sko tel alveg peninga, sko, en ég elska hverfisverslanir sem að eru bara, það er bara svona smá fyrirtæki inn í hverfi, þar sem að, allt er svona, skilur, svo vinalegt, þú veist, þú þekkir staffið, í staðin fyrir að vera að fara, bara já, ég er að keyra í útkverfi til að fara í einhvern Costco, bara ekki þegið þú veist, freka fer ég sko, ef ég hef séns á hverfisverslun, af því að þú veist, allt sem við erum að gera, við getum ekki bara verið með, þú veist, skiluru, og þetta er svo hræðilegt við kapitalisman, að þetta enda, og Karl Marx er búin að skrifa þetta, að kapitalismin tekur, stærsti kapitalistinn, sko hann eins og var það ekki Rockefeller sem var sko hafði talað sko King Rockefeller bara svona aðalkallinni hann sagði bara samkeppni bara synd því þeir vilja bara sko þeir vilja bara að sé frjáls samkeppni á meðan þeir eru að díla við ríkið leið og það er búið að enga allt þá verður þetta allt tekið yfir við séum þetta í ferðarþjónustu, við séum þetta í verslun ég vil bara og það er svona svo gaman við Arabana sem er að opna sjoppur downtown Reykjavík nú ferðu bara inn og það er bara nei, Abdul, bara bismillah bara alhamdulillah manilla og hann er bara með allt fínir í alls konar salgæti og sniður sem hann valdi sjálfur ekki bara svona allar sko 10-11 eða hvað er sem eru allar með sama draslið hann er bara með eitthvað furðulegt kanil tyggjó sem enginn étur eða eitthvað það er bara því að hann á búðina og hann er með persónu enginni alls. Talandi hérna kaniltyggjum. Ég er ekki núna að koma að sponsi. Sko, því að við fylgst eitthvað með Dame Dash og Jay-Z bífinu.
sem er að fara á milli. Nei. Allan, Dame er mjög bitur eftir að Jay-Z finessaðan einhverjar fucking 30 milljónir og hendan með að lúta Rockefeller. Það var svoleiðis. Og þeir eru núna, og hann er nú líka í bífi, sko, Dame við Cameron. Og þeir eru eitthvað bífum tennur. Erum við live? Erum við live, sko. Helvíti, ok, segð þess að sögu. Nei, við erum ekki live, sko. En, ég verð að mjög. Stopp bara. Ég er að panta hérna. Já. Hvað er hérna, á maður ekki bara mjög út í hvað hot? Það er hérna bara uppi, að vera alveg upp vegginn. Já, sem sagt Dame Dash er í bífi við á. Já. Og bífi við allan Jay-Z, hann er bara að rocka, bara þau segja bara, hei, þú veist, þessi gæi lúkar bara er rastalögur og hann, þetta er svona gauður sem byrja með fyrirvændi kæristunni og shit. En Jay-Z að segja það? Nei, Dame er að segja. Já. Og bífið hjá Cameron og Dame er að þeir eru alltaf að tala hver er með cheap teeth. Þeir eru alltaf komnið með fake stel, sko. Og Cameron er svo fyndin. Cameron er fyndin þessi gauð sem ég sé. Já. Og hann er bara eitthvað, Dame er að tala að $200,000 teeth sé mjög cheap teeth. Og hann er að tala, sko, Dame er að tala your first teeth, $200,000, það er bara first teeth. Your first teeth came from God, motherfucker. Og þetta er bara að finnast að bíf sig men Cameron er geggjaður og ég er svo gaman, við vorum að já, við lentum í árás að kom alveg herdild af köldum. Ok. Hérna á 50-daginn, þá varst þú að DJ. Já, það var helviti gaman. Á Valla Pizza. Og þegar þú settir á hérna helvitis, þetta voru á playlistan minn frá að kom út, hérna helvitis hérna Champagne, hérna, hvað er þetta? Pop Champagne með Ron Browse. Já. Það pródúsaði Ether. Cameron er á því, eða ekki? Hann er í ykkur remixi, allan að held ég. Já, ég er líklega með remixið, en hérna, sko, þú varst fyrsti maðurinn til að bara elska allt þetta krú, sko. Allt hann stíl, eitthvað svona, þau eru allir svona eitthvað fucking skrítnum fötum, sko. Kom inn með eitthvað bleikt, Dipset, kom inn Allt Amerikan. Ástanna á þessu það djúp að hann með númer hjá J.R. Writer. Ringdi hans nýjan. Og hann bara ringi í hann sem var einn af gæjunum, hann var stærsta hann var svona rísandi stjarna í Dipset. Nú, Baldi, hann er núna bara eitthvað, hvað ætli hann sé að gera akkurat núna? Já. Síðan, hvað var þetta Diplomats? Diplomats, það er krúið hans. Það er krúið, já. Jewels og ég var ekki djúpur með þetta, en ég veit að Danni talaði ekki um hann var bara í maníu með þetta, hann var bara að hringja mér á næturnu og segja mér frá bara einhver tjekka á hann er með einhver að gegja svona dúsk kraga, eitthvað svona einhverju bleikum svona Jewels þeir voru alltaf að vinna með eitthvað 9/11 þeir voru að tala 9/11, eitthvað Ground Zero og þeir voru alltaf að segja I'm Muhammad Atta þeir voru að segja að hann væri gaurinn sem var sem er sérst hijackerinn í 9/11 ég veit að Muhammad Atta, já en hérna, nei, geggja sko en pæla hans í einu að þegar við vorum að tala kynusla á hann hérna, þú veist, eins og núna, þú veist, eiga vinir okkar sko, börn þið eigið börn, glæsleg börn og hérna, þetta eru börnin eru blessuð af ykkur sem foreldra þið eru svo fucking nettir þú veist, ég veit að það er, en þetta er real talk og sama með Dóra, sko að hérna, og svo gaman þegar maður sér að sé lægi með ykkur börn en svo maður fer maður eitthvað svona helvítis kynja veislu alltaf eitthvað bleikt og blátt og ég meina, og það bara allir að bíða og síðan koma bleiki flugveldar eða bláir flugveldar þú veist ég fatt þetta ekki ég hugsa bara, þegar að bleiku flugveldarnir koma þá er ég bara, þetta er Dipset þetta er Pharrell Williams baby, þetta er Jay-Z baby, þetta er Ice-T baby ég er búin að horfa á bleikan, ég hef aldrei verið með það mindset og það er bara hip-hop að hip-hop er subkultúr við erum ekki að spyrja hvað feðraveldið eitthvað er að pæla, við erum bara bleikt, ég menn eru bara að rakka bleikt bara frá fyrsta degi hip-hops Kjartan var mikið í bleiku það veit ég allt og ég var alveg bara í bleikum Fred Perry bara early sko þannig að Erpur er að salta þetta er söltum vikunar viltu salt eitthvað? Er það ekki vestfiska mafían maður halleluja, alhamdulillah ég ætla að segja ykkur eitt veit sko, ég var í hérna Gusu heima hjá mér í gær
og það kom alltaf svona guðsemeistrar heim til mín í sánuna mín og var að kera gokkinn. Kami var með okkur í gær, en hann Marcel sem geggjaður guðsemeistari, hann alltaf að guðsa Pretty Lame Mongo og stáka í Hafnarfirði og hann kom með sko vassmelónu með saltverk bara drussuð á. Þegar þú ert búin að keyra eitthvað 3 umferðir bara á 110 gráðum, þá ekkert betra en að fá vatn melónunni og saltið sem bindur, líka með veit að saltið, og þetta svo, saltverk sko, ég alltaf með, Nilas bara bara að vita og Vestfirðirnir með að vita sko, þetta er þeir eru á suður. Þeir eru á Ísafjarðardjúpi, hérna, Reykjanesi. Já, þeir eru á Reykjanesi, já. Það er geggjur laug þar sko. Ég hef verið fullu þar oft sko og mér hefur verið rekinu upp úr, en ég fór aftur onni og við erum alveg allir homies aftur sko. Þetta er Hvað var salta? Salta, mér langar salta. Mér langar salta, og þetta er svona svolítið stór söltun af því að ég var að horfa á hérna Berit fyrir löngu síðan. Ég ætla löngu á hana að þetta fór að ég ætlar umræður og svona. Af því að norskt sjónvarpsefni fucking, hvernig geta normenn verið svona fyndnir, þú er aldrei hitt fyndin normann á æviðinni. Normenn eru á topp núna. Þetta grínast, veistu hvað þeir eru skemmtilegir. Og þá meina ég ekkert endilega bara þú hittir á, hvað kjafta ég á fjölskyldi í Noregi, æðislegt fólk, ekki misskilja mig. En það sem ég að segja að svona, þetta er ekkert eitthvað svona go-to funny lið, en sáu þið Víkinga-seríuna norsku? Já, Vikings. Nei, fuck that Hollywood shit, maður út glugga, menn bara með hjálp, sáu þið fyrstu senuna í Vikings, það er eitthvað bardagi og hann bjargar líf hans og hann segir, takk þú, wow, Google Translate, maður Hollywood, maður fucka sér. Nei, ég er að tala grínseríuna, norsk grínseríu, hún er Netflix, fucking funny, ég bara, þið svona fyndnir? Og hún bæði til á ensku, ég búin að horfa á hana á ensku og norsku. Og þetta bara, á allir sem hlusta, galið. Svo kemur Berit, bjórhundurinn Berit, ölhundin Berit, sem heitir eitthvað Better Man og ensku eitthvað. Og þetta er ekki grín sería. Já, ég veit hvað segir þetta. Þetta er basically bara gæja sem er svona algjör haturspési. Og hann alltaf, býr hjá mömmu sinni og bara þekkir bara mömmu sína. Það er eina kona sem hann þekkir. Og svo fer hann eitthvað bara svona á netið og hörsla sko og hatar norska konur og feminista og múslima og hatar allt rastlið. Og kynnist hann einnig píu sem deilur öllum skoðunum hans. Og hún í Lettlandi eða Litáen eða eitthvað kjattaði. Og hann bara, þessi helvitis kettlingar hérna maður, þetta ömulega kettlingar. Það eru flotta kettlingar hérna í Litáen maður. Og svo alltaf kemst hún alltaf að heimsækjana því að pappin veikur og hann alltaf legginn og hann okkur svona. Sem bara saga bara máðflokksins, skilur við, og þá náttúrulega það bara endur hann bara hann að hann verður brjálaður, af því að hún ekkert að koma, hún bara að vera skemman, og þá verður hann svo ógeðslega reiður, og hann bara fær sér öl og fær sér ölsen og fer á neti og drullar yfir svona stand-up píu sem feminísk og að svona tala gegn feðraveldinu og segist alltaf nauðgeni, eitthvað svona, sem bara daglega viðburður á þessum helvítis netheimum og hann átaður og basically dettur bara út úr mannlegu samfélagi og hann að vinna í kvenfattabúð mömmu sinnar og bara fastur þar að því að það var einhverjir hakkara sem komast að hvernig hann væri og það bara allir fjölmiðlarnir komnir á hann og hann kemst ekki út úr búðinni, hann læsist að sér og þangað til hann bara getur farið út með að dulbúa sig, taka alls konar úr kvenfattabúðinni og hann bara klæddur eins og kona til að geta labbað. Ég ætla ekki að segja meira, þetta er mjög dramatískt og það er basically öllum í seríunni nauðgað og bara þetta er alveg bara hardcore shit en hún samt svo fucking fyndin sko af því að svona veruleikin aldrei það er aldrei neitt að hræðilegt og getur ekki einhvern tímabóti hlegið sko og í þessu samhengi þá þetta sko þetta með netheimar það eru stórfyrirtæki sem eiga öll okkar samskipti og svo alltaf maður hlusta á þessa lippalúða og þessa hægri apa þeir alltaf bara Sovjetrikinn og Sovjetrikinn átti ekki breyk í eftirlitið sem þessir big tech bros Trump runkararnir og þeir runga síðan bara Biden þetta eru gæðir sem alveg sami allt þeir eru sami þjóðríki, þeir eru sami menningu þeir vilja bara eiga allt og svo eru þeir einhvern veginn og Elon Musk og Jeff Bezos
þeir eiga bara allt og mikið pening og þeim líður fokkin illa af því að það verður engin hamingjusamur af þessu. Þetta hjálpar okkur, þetta auðvitað okkur lífið, skilu, það er bowlingar með 2 úr og fucking hægri, en á sama tíma, þetta er ekki það sem gerir okkur hamingjusam og þeir eru börn, þeir eru fjölskyldur og þeir eru vini og við erum menningu og við erum tónlist og svona, þetta er stóra hamingja. Þessi gæja, þetta er bara Peter Thiel, Palantir, þeir eru að reikna út hvernig geta bara vita allt alla, ég las bara snemma 1984, eftir George Orwell og þú veist hún kemst ekki hálfa leið í hvernig þetta er orðið og þegar þeir stýra allir og eiga allt, þeir vilja að það sé verið að rífast og sé verið að kommenta og menn séu því meiri snerting og því meiri komment því betra verið þá lýsingar það koma inn og svona þannig að þetta hatuspésa business sem er að kljúfa alla eins og ég meina bara meira svo Íslandi það er bara allir einhvern veginn skilur ég á frængur og frændur sem eru í blágómuflokknum skilur og blágómur eru það er sjálfstæðisflokkun blágóma er svona lélegasti fiskur í heimi þetta er bara margleita sem er dulbúin sem fiskur sjómenn sem er að hlusta vita það maður fá klapp fyrir íslenska sjómenn að það er ekkert mál þetta er aldrei ágifra persónlegt en þetta netkjafta gerir allt svo persónulegt og það er enga samræðir eins og til núna ég að tala við þig og sé ég á þínu svipbrigðum þannig eru samræðir en á netinu þá fer lið bara inn og rantar og fer langt fram úr sér tekur ræðu bara muslimana eða við erum komið eitt hérna inn maður herru, kottu nei come on, herru Alhamdulillah Manila herru, það er Stone Island hvernig yes sir Takk fyrir. Takk. Viltu fá öl í næsti? No, thank you. Thank you so much. I don't drink. Þetta er haram ok, ekki máli það tökum við hann bara það tökum við hann Það er two guys. ég er náttúrulega two guys ég Superdose. er náttúrulega að drakka ekki Alla big hunk. en það er fallegt á honum að senda gos með en núna erum við að tala sem sagt strákar svo við klárum svolítið að basically að ef það er kapitalistar sem eiga vopn þá verður aldrei friður ef það eru kapitalistar sem eiga lyfjaiðnaðinn þá verður ekki heilbrigði þú sendir ekki mann út að skokka gera svona í alveg hluti sem er heilbrigt þú vilt hann verði akfeitur og svo viltu selja honum lyf til hann verði grannur Ozempic eða Peptide eða what the fuck þannig að við erum ekki ég er svona tímyndur í að verða amis þú ert að fara að sjá með rúllum á fucking hestvagni en út af náttúrulega vinnunni mín þannig þarf ég að vera á þessu helvítin ég hata þetta helvíti ég fucking Salta nútímann. ég vil fá tank af vestursku salti þetta ekki salta nútímann því að þróunin er jákvæð og neikvæð en þeir eru í höndunum á nokkrum apaköttum sem græða á sundrungu og einhverjum leiðindum ég meina ef til dæmis ef þú verður bara whatever með bara turban og eitthvað og ef ég byrja að segja eitthvað svona skoðanir þá jumpa þú inn og segir bara já, það er ekki alveg rétt ég er eitthvað svona þannig eru samræður akkurat en á Facebook það er dialekting já, það er bara díalógurinn þannig að ég salta að það séu bara einhverju örfáir fyrtir fucking ógeðslegi kapitalistar sem eiga samræður samskipti og eiga bara við getum ekki komast að niðurstöðu það er alltaf allir í sikkur og hotnir þú ert komin í einhvern hóp bara já ég er fylgjandi því að bara setja hluti í raskat á mér já ég er alveg skilur þetta er allt einhvern veginn allir einhvern svona litla fáranlega hópa þannig að haturspésa businessin hann er fucking pirrandi það sem gerðist þetta var Söltuvíkunar er búið Blas Rocka baby og saltverk næstíska mafían baby það sem gerðist það sem er kannski að horfa í vídeo að það kom inn á Voltari með
ferskan stóra Big Unk borgara fyrir Blas og hann testa þetta Ég þarf eiginlega að senda mynd á Hjalta þegar ég er búin að vera í samskipti við hann. og þetta eru bara hann Herðu, ég svo Sko, ég Hann vona se- að hafi komið rétt. Herðu, sko, þetta allt rétt því að smökkun alltaf rétt en ég held ég að fengi bara eitt glóðvolgan í Rababarablaði kájóð Yes. En það sem er svo funny að þegar að ég tek alltaf sko 4 fyrstu mánuðin ásins þá er ég bara að boxa, synda, labba þá er ég í keto skilur þannig að Þú þekkir þetta líf. ég þekki þetta líf og þetta er mjög spennandi sko ég held að við sem að Narsissist og... narsist það er böggull Grey. eins og Birgir B. sendi juicy böggull Já, juicy böggull. Já, er hann líka í Nei, hann bara sendi eitthvað og Danni var með, hann var að reyna að egna fólki upp á móti mér. Nei, eru wow þetta er juicy böggull maður. Nei, sko, ég var bara að vera hreinskilinn ég held að þetta væri eitthvað algjört kjaftaði það er ekkert að þessu Nei, það er nefnilega máli. neitt að þessu og af því að hann er svo vel maðurinn hvernig þetta er bara eins og þegar Ghostface Killa rétti með blöndið baksins á NASA það var þéttast vaðaðasta blönd sem ég sé þetta er það blönd sko. Þetta er Ghostface blöndarinn wow heyri krönsins Já og það er bara ekkert að þessu næsta hérna þurrktímabili Það var þetta go-to máltíðin. þá veð ég þetta líka Big Unk líka. þetta er öng shit sko. Já. Sko, ég ætla ekki svona að smakka hinn sko. Nei. Ég vil bara hennan. heyri þetta Crunchy sem maður. Já. en það er hérna þetta er stóri Unk og Two Guys og Þú tekur aldrei fröllur með? Nei. hann fær sér hérna rauðbeður söl en hérna Big Unk farið og fá okkur Big Unk það fyrir að líða því að held ég að hann þú veist Ég hugsa Secret menu. hann er það vinsæll á Secret Menu að ég held að hann verði aldrei tekinn af. hann er það secret að ég ótti ræðan bara nei hann er hérna má ég sjá posan eða sölugerið og ég er svona velja hann sjálfur Já. Já. En er það líka svo margt sem er svona þetta er svona allt það sem er svona best sko, maður þarf að halda þið fyrir sig Já. gatekeeper Já, þetta er sjáðu bara eins og með Mexikanuna þú veist, þeir einhvern veginn voru alltaf bara kaninn var bara, wow, tequila, man, let's go, we go import tequila þeir bara, já, sendið þarna skítaruslið með plasthattinum þarna Sierra ógeðu það er ekkert langt síðan að bara þú veist, menn voru bara, þú veist, Cesar A var náttúrulega, hann er mikill ferðalangur og þetta er áður en að alvöru agave sem sagt tequila kemur byrjaði og hann kom með tequila frá Mexiko bara 100% agave og ég var bara hvað er búið að svífirða bara það er búið að svífirða lifrina mína með einhverju ógeði Mexikanin hélt bara góða tequila fyrir sjálfan sig sko. það er svolítið svona eins og ég og Káli var að gera með hann kálbökkula sko. svolítið eins og Gatekeeper. Kanye tala þegar þetta er ekki fyrir hvern sem er sko. Kanye tala þú veist þegar hann var að byrja að gera beats eða svona var að byrja að fara að rappa meira þá var hann saving the best beats for himself sko. Já. Það er bara málið. algjörlega en að þú gefur þessu 10 einhvern já, þetta er bara solid 10.000 ég kann ekki að telja en ég held Sko því Hjaltin alltaf þekkist vel. hann er meistari Hann búin að vera down since day one. já, Hann er mikill rottalir hann er day one sari rappunandi. en síðan er það líka talandum að vera from day one þá er að Lava Karenta Já. sem er búin að vera besta bílulega 2 röð valin á Íslandi Já, það er ekki, þú veist, það er enginn hefur gert það áður Nei. þeir eru með Broncoin og þeir ætla hérna, við ætlum að gera smá content þar sem ég fæ Broncoin lánaðan og fyrir Kellingafjöll Það er þetta mjög. þannig að það verður risa ég kem með þú kemur með ég og þú, Daniel. Ekki rapparinn, heldur hérna keisara geðsuglingunni frá Rússlandi Saristinn en það þurfum að ræða með Lava hvað er heitt með Lava Já. og Blas, hvað er heitt í dag, hvað er svona heitt ég meina klassík á öllum sviðum við vorum að tala um mokka, prikið við vorum að tala um rap-gamið og það er líka bara svo cool að Young Catsin viti að það er til eitthvað sem heitir klassík já, að þú getur alltaf verið að
þú getur verið ykkur svona pop prumphaus og verið bara, þú veist, bara, já, eitthvað svona, þú veist að Nilas verið búin að gleyma þér eftir korter, sko. Gerðu klassík, þetta kemur frá, sko, OG fucking slagababarnum sem búin að vera, sko, í 26 ár að lifa af þessu shiti, sko. Búið til klassík. Og basically, þú vilt ekki að fólk gera eitthvað eftir vindáttinni eða þú skilur eitthvað, hvað er vinsælt núna? Nei, þú ert að gera, þú veist, sko, það sem heitt að fólk í alvegni sem listamenn, og ekki bara listamenn, bara líka bara, þú veist, gerðu bara svona í alvegni, sko, þú getur fundið leiði til að fá borgað, skilur við, þú veist, en gerðu bara svona, þú veist, ég ætla ekki að hljómi svo ég sé bara, og búin að reykja kanil í kakókastalunum en eitthvað svona, ég kann bara ekki orða þetta betur en þú veist, bara hjartað shitið, hjartað og pöngurinn sko þú veist, bara, þú veist, gerðu og svo lengi sem þú skaðar ekki næsta mann gerðu hvað sem og startu með því, skilja. Akkurat, og það sem Lava Karandal gerir, þeir standa svolítið með sjálfum sér. Já, algjörlega, þess vegna er búin að fá 2 ár í röð þessi velun, sko. En já, þetta búið að vera heldur ef ekki að, hvað vil ég, sko, núna fyrir að svona líða á seinnipartinu að þessu viljum við koma okkur á framfæri? Sko, við erum náttúrulega það er náttúrulega voða lítið sem fara á framfæri í þessu spök Nei, menna, þú veist, bara við söknum Dóra. Já, ég sá okkur svakalega mynda Dóra, sáðu hann og var hann að bara, þetta var bara eitt flott mynd sem ég séð. Já, hann lítur vel út, sólin fer hann vel með hann, sko. Hann er í Suður Fraklandi núna. Já, hann er heyrðu, ég fór til Þráins, Michelin, Óks, gamla Óks og þá var öll kistlan, þá var það bara allt elda fyrir framaði, skilur, það voru bara nokkur sem sitja bara og hefði bara elda ofan í þig og allt víni var frá Dóra og náttúruvín. Já. Og mér fannst þetta sko svo skemmtilegt vegna þess að sko maður bara rullandi þetta var bara psychedelic shit sko. Það Dóri þarf að opna sig, ég vil fá bara eitthvað forsíðu viðtal þar sem hann bara segir bara þetta shitið sko að fólk að bara ofskynjanir sem fylgja náttúruvínum, það bara einhverju sveppir, það eitthvað, hann þarf að útskýra þetta fyrir heiminum sko. Hann getur örgulega gert það. En hvað segir, ég var að fara að wrap it up eða viljið koma með eitthvað meira í gang? Ég góður sko. Já, ég góður. Mér lengar líka bara að klára hann að fucking rababara rúnir. Klára þetta vín. Ég bara fæ vatn í munnin sko. Já, sjá alltaf þetta kál. Við lífum bara í skólagörnum minna að sjá þetta sko. Já. Ég náttúrulega var skólagara Nilla sko. Og þú veist, og hann að ég set virðingu á kálið sko. En ef við setja virðingu á kálið, við þökkum fyrir Blas Rögga að fekk þetta úr fyrir Lifetime. Lifetime í að fórna sér fyrir leikinn og hann fekk þetta úr. Frá klukkunni. Naumhyggjan. Hún lifir. Þökkum öllum. Blue collar ballin.